Það alveg ljóst að þú kaupir vitlausa tegunda þyrlu. Það vont. Já, rosa Það dýrt. bara gríðarlega vont mál. Hversu dýr ein svona þyrla í innkaupum? Og ný þyrla um 500 milljónir. Birgir Haraldsson, stofnandi Norðurflugs og einn af eigandum og framkvæmdastjóri í dag. Þetta velkomin. Takk fyrir. Hvað varst að gera áður en ákast að stofna þyrlu fyrirtæki? Reyndar kemur nú svona þyrlu, það að segja stofnun á þyrlu fyrirtækinu kemur nú svona úr óvæntri átt í lífinu. Hins vegar ef ég fer svona afturbak þá ég nú upphaflega verkfræðingur, læri erlendis og síðan fjármál í framhaldi og kem svona víða við meðal annars í því sem heitir framtaksfjárfestingar í gamla daga. Og var reyndar með svona sjóði á sínum tíma, svo kallaða venture capital sjóður eða private equity sjóður, svona því hvernig svona fólk vil tala þetta. Og þá svona kynntist þú mjög mikið svona hvernig það að stýra fyrirtæki sem á svona fyrstu skrifum. Og þessi sjóður sem að ég stýrði fjárfesti meðal annars í fyrirtæki sem heitir Orf hefur gengið mjög vel, sem mjög gaman að sjá og öðrum fyrirtækjum sem að ganga misvel, það bara þannig í þessum fjárfestingum. Þannig að þetta svona veganestið inn í það að hafa fengið Norðurflug meira menn í hendurnar á því herrans árið 2008. Og þá hafði félagið verið stofnað 2006 og við vorum svona að byrja, þetta mjög flókin ferill að koma fyrirtæki á stað. Það gríðarlega mikið bókaskrif, það sé allar handbækur, þar þurfa að vera samþykktar vottaðar af á þeim tíma flugmálastjórn sem í dag samgöngustofa og þetta tekur svona þetta svona 1-2 ár sem þetta tekur bara að fá allar heimildir, allar bækur samþykktar og svo frammetur götunni og við fáum reyndar ekki flugrekstrar leyfið svo kallað AOC fyrir í 15. júní 2008 og því herrans ári þannig að við gátum nú nánast lítið sem ekkert markaðsaftökur það árið, vorum í verkefni reyndar í Grænlandi og síðan náttúrulega komið árið 2008 og þú gast ekki gert mikið á þessu ári 2009 var nú svona hálfdauft ár hún svona bara doði í þjóðinni þjóðin vissi nú alltaf hvað hafði hitt sig líklega og síðan svona byrjar 2010 þá svona fer þetta nú aðeins að lifna við svo kemur eldgosið, Eyjafjallajökli og allt í einu verður Ísland þekkt hafði náttúrulega verið þekkt reyndar áður út úr 2008 hruninu og kannski ekki af góðu en svona 2010, 2011 þá fer þetta svona að kikka inn og þá erum við með allt okkar til staðar. Já, þannig að þetta rauninni svona 2010 þegar að gosið sem að keyri svolítið Norðurflug á stað. Já, má ég að segja það. Hvernig verkefni voruð búin að vera að gera undan því? Þau náttúrulega búin að vera líka í svona kvikmyndaverkefnum. Já, svona stór hluta verkefnum 2008 var reyndar það sem við kallum bara svona verkflug meðal annars að Grænlandi. 2009 þá og notuðum reynda veturinn 2008 og 2009 til þess að smíða okkar ferðir byrjuðum þar að smíða ferðirnar okkar og það hafði ekkert þyrlufélag verið í þeirri smíð áður þetta svo sem þekkt í ferðabransanum en meðal þeirra þyrlurekanda sem þá voru þá var engin með svona bæklinga og ferðir þar sem að þú gast farið á netið, bókað og farið í. Þannig við notum það 2009 til þess, fengum talsvert af reyndar, voru nú ferðamenn á þessu herrans ári 2009, þannig við vorum byrjar að fljúga með ferðamenn á því ári og í takti við okkar svona bækling og þannig að svona við náðum svona sæmilega að komast í gegnum 2009 og síðan svona 2010 þá fannstu svona breytingun í samfélagina þess að gengið var náttúrulega mjög léleg eða lágt, það að segja krónan var ódýr það var ódýrt að koma til Íslands það hjálpaði náttúrulega mjög mikið að koma þessu öll af stað
en þú fannst svona breytinguna gerast 2010, 2011 þá svona þá kom einhver annar tónn í þessa ferðaþjónustu eins og ferðaþjónustan hefur skynjað. Já, en árið 2008 þegar þið farið á stað, Já. Hvað voruð þið með marga þyrlur þá? Við vorum með, á þeim tíma vorum við með 3 þyrlur og við vorum með 2 mótora þyrlu, stóra þyrlu, við vorum með eina litla þyrlu, Bell þyrlu og síðan vorum við með eina þyrlu sem að þessi núna kallast H125 er reyndar Airbus þyrla. Þannig að þetta voru 2 Airbus, það er stóra 2 mótora þyrlan og síðan þessi H125 og síðan Bell 206. Já. Sem ekki, það er ekki mjög sniðugt að vera með svona margar tegundir. Nei, einmitt. Þannig að það sem við svona erfðum frá upphafstímum félagsins, það höfum við reynt að vinda ofan af. Þannig að við seldum Dolphinin sem var þessi 2 mótora þyrla, seldum hana 2014-15 minni mig og einfölduðum flotan talsveit mikið og erum kominir núna loksins svona í það að vera með þær þyrlur sem við teljum þær bestu fyrir norðurflug og eru eins og kannski sést ein þarna á þessum á myndinni að sú þyrla sú besta fyrir farþegaflug sem til í heiminum og þessi þyrla enda keypt frá Argentínu og var í eigu aðila sem átti svona samheitalega verksmiðjur og hann átti 2 börn og hann átti 3 þyrlur. Já. Eina þyrlu fyrir hvern. Og síðan keyptum við aðra álíka þyrlu frá Suður Afríku og þessar þyrlur hafa komið mjög vel út. Já, þetta í E730 B4 þessi og síðan og hinn sömutegundar og síðan þessi sem að við eigum ennþá rauða þyrlan okkar eins og við kallum hann oft að hún svo kallað AS350 B2. Þetta allt Airbus þyrlur og það sem náttúrulega mikið atriði þessar þyrlur það að þær falla allar undir svo kallað svona type certificate þannig að það viðhaldsforritið nánast það sama þjálfun á flugmanna nánast það sama og eins þannig að allur rekstur verður miklu einfaldari með þessar þyrlur. Já, en hver svona helsti munun á þessum þyrlum og þyrlum sem voru til staðar árið 2008? Þessar taka 6 manns þyrlurnar sem að við vorum með 2008 Bellan var náttúrulega svo sem bad síns tíma marganátt tók 4 Dolphinin tók 8 og sem var þá eins og rauða þyrlan að hún tók 5. Já. Þannig að núna erum við með 2 sem að taka 6 og eina þyrlu sem tekur 5 manns. Já. Þetta allt einfaldast gríðarlega mikið og ekki bara út frá farþegafjölda heldur út frá viðhaldi, þjálfun og öllu því sem að þessu fylgir. Já, og henta einstaklega vel fyrir útsýnsflug. Þetta eru náttúrulega bestu þyrlurnar sem að eru til staðar fyrir farþegaflug og eru sérstaklega hannaðar fyrir farþegaflug. Já. En það náttúrulega eins með svona þyrlurnar eins og þessar Airbus þyrlurnar þetta hefur tekist mjög vel þessi hönnun hjá þeim, maður sér það svona í öllu og ekkert svona ósvipað kannski eins og að þessi umræða sem að hefur skapast eins og Icelandair sem með Boeing vélarnar og síðan að fara að fasa þetta einhverju leyti út til þess að taka inn Airbus flugvélar eða þotur að það skiptir máli svona hvernig þú upplifir þig inn í viðkomandi þyrlu eða flugvél og þessar þyrlur eru engar góðar í sitt hlutverk. Já, og síðasta þyrlan sem að þið keyptu svo nýja, hvað var það fyrir síðasta sumar? Já, það var fyrir síðasta sumar. Já. Frá Suður Afríku. Já, einmitt. Já. Kannski aðeins annað loftslag heldur en hérna heima?
Það alveg klár sko, þessar svo sem þyrlur þola það allt saman, það sem að kannski þú lendir eða getur lendi í eins og í Afríku það að blöðin eru það meiri núningur á þau og það sandur í umhverfinu og hann aldrei góður fyrir hvorki blöðin eða mótoruna. Já. Þannig að það þarf að svona gæta því þar meira heldur en hér en svo eftir á móti höfum við tekið til því til þess að í gosinu það meira af ögnum í kringum gosið heldur en við oft skynjum og við getum séð það á hvernig blöðin hafa verið að svona eyðast aðeins í gegnum árin meira heldur en að við höfum átt von á. Já, hvað þurfum að skipta oft blöð á svona þyrlu? Blöð á svona þyrlu eru reyndar hönnuð fyrir 20.000 flugtíma en það fer alveg eftir í hvaða umhverfið þú ert. Ég held að svona meðaltalið svona blað að duga kannski 10.000 tíma pluss mínus eitthvað. Já. Og eitt blað ef þú þarft að skipta því þú getur sko skipti út með samningi við Airbus þá kostar það tæpar 10 milljónir. Já, bara eitt blað. Bara eitt blað. Þannig að á toppnum á þessum þyrlu það sem að snúast þar það eru næstu 30 milljónir. Já, það slatti. Bara blöðin. Það slatti. Já, fyrir utan allt hitt. Einmitt. En hvernig hefur verið eins og talaður í byrjun að þá voruð með stóru svörtu Dolphin þyrluna sem var með 2 túrbínum. Já. Við hefum séð eins og okkur það sem við hefum verið í miklu samstarfi við ykkur bara til Ísland. Já. Að við hefum stundum verið að fá sko beiðnir fólk sem vill bara fljúga í 2 túrbínu þyrlum upp á öryggi að gera. Hvernig metið þið það til dæmis? Við höfum nú svo sem horft á þetta frá mörgum hliðum. Þið svo sem munið eftir slysinu var það ekki Los Angeles ef ég man þetta rétt þar sem að körfuboltaknappinn hann flög beint inn í fjall. Já. Og þá dóu allt. Þannig að 2 mótora þyrla kannski ekki endilega sjálfkrafa stimpill á eitthvað aukið öryggi. Það nú alls ekki þannig. Það sem að við höfum rekið okkur á það að frá ákveðnum svæðum þá kannski get ég tekið eftir Los Angeles dæmið þar eru náttúrulega 2 mótoraþyrlur mjög algengar og fólk sem síðan þá að koma til Íslands það tekur því eins og það sé bara sjálfgefið að Ísland sé eins og Los Angeles og það bara fullt af 2 mótoraþyrlum. Það ekki svo. Og þegar því gert grein fyrir því þá yfirleitt þá okkar reynsla að þetta dettur bara upp fyrir sig. Já. Og bara í lokin sættast menn í langstæðstum fjölda tilvika við að það sé bara eins mótoraþyrla til staðar. Það til dæmis afar sjaldgæft að mótor gefur sig í þyrlu. Það eru þessi mótorar til dæmis sem í okkar þyrlu, þetta eru alveg ótrúlega áreiðanlegir mótorar. Það bara með ólíkindum. Ekki að segja þetta annað. Já. En það hefur aldrei heyrst þá í Íslandi að þyrla hafi mist mótor. Man bara ekki allavega ekki síðustu 10-20 árin. Já. Og þetta er mjög áreiðanleg tæki. En hvernig eins og með svona þyrlu sem með 2 mótorum, það væntanlega þá hvað, 2-faldur ekstra kostnaður á hana? Nánast. Já, það verður náttúrulega 2-faldur ekstra kostnaður á hana og þetta er dýrt, þetta er mótor í svona, 1 mótor í svona þyrlu eins og á vegnum hjá þér, hann svona bilinu eftir því hvað þú færð hann á, þú getur keypt á uppgerða, þú getur keypt á ekki með öllum tímanum á öllum einingunum en þetta er svona bilinu 50 til 100 milljónir einhvers staðar á því bili þannig að ef þú ert með 2 þá það náttúrulega segir sig sjálft að þetta er náttúrulega miklu dýrari og yfirleitt eru þessar stóru þyrlur þær eru ekki í svona þjónustu eins og við erum með þetta yfirleitt þyrlur sem eru þá með í einhverjum samningum
þetta bara svo dýrar þyrlur í rekstri og náttúrulega innkaupum að þetta yfirleitt í samningum. Þannig að þá selur þú þetta til einhvers aðila og hann kaupir að lágmarki 400 tíma. Já. Þá fer þetta að vera dálítið mikið öðruvísi rekstur. Já, einmitt. Tveggja mótora þyrlur eru til dæmis náttúrulega Gæslan með tveggja mótora þyrlur. Það hefur verið mikið rætt svo kallað sjúkraflug á Íslandi sem að klálega verður einhver tíma á næstu árum. Þar eru þyrlunar yfirleitt tveggja mótora. Hins vegar það líka orðið þannig eins og í Bandaríkjunum, þar eru þyrlur í sjúkraflugi sem eru bara eins mótora. Bara því að þetta eru ótrúlega áræðanlegir mótorar. Já, einmitt. En hvernig eins og þú talar kostnaði við spaðan á þyrlunni og mótorinn? Já. Hversu dýr ein svona þyrla í innkaupum? Ný þyrla um 500 milljónir í innkaupum. Ef þú kaupir þyrlunni svo við erum með þá var þetta svona 300 milljónir pluss mínus eitthvað. Fer eftir því aldri, fer eftir flugtímum, fer eftir viðhalds statusnum á henni. Ef að viðhaldið er gott þá hækkar yfirleitt aðeins verðið. Viðhaldið náttúrulega á svona þyrlum það að segja það allir aðal hlutir sem að eru það fylgst með allum og það skipt út eftir ákveðin tíma og það þarf ekki einu svona að vera flugtíma tengt. Það líka oft á tíðum bara tengt tíma. Þannig að þú getur lent í því að þú ert ekki búin að nýta hlutin hvað var þar flugtíma en þú verður samt að skipta honum út af því að hann bara kominn á tíma á dagatalinu. Já. Þannig að svona öfugt við svo við sjáum með bíla að þá ertu kannski með í mótornum þá ertu með hluti þar sem að ekki bara skipt út eftir flugtíma, ekki eftir tíma, það þessi almanaks tíma, heldur líka eftir því hvað svo kallaði sæklar sem að gæti kannski heimfært upp á það kannski að eins og ef maður heimfært upp á bíl ef að eigandi á bíl og hann alltaf að gefa í og alltaf að bremsa þá náttúrulega verður allt álagið miklu meira á bílinn og það sama með þyrlurnar að þetta svona hugsun að ef það verið stanslaust að reyna mikið á mótorinn þá hann bara komin á tíma. Já, einmitt. En hvernig svona þá staðst í þessu eins og við höfum kannski talað áður okkar á milli að þið nýtir svolítið sumurinn til að vera í ferðum og veturinn þá að vera í miklu viðhaldi. Hvernig svona viðhaldssketsjúli fyrir svona þyrlur? Viðhaldið á þessum þyrlum sem við erum með þannig kannski stórum dráttum að þú ert með 600 tíma skoðun þess að þú skoðar hann eftir 600 tíma sem við erum yfirleitt alltaf að gera og síðan eru skoðanir á milli það svo kallar 100-150 tíma skoðanir og fleiri skoðanir geta reyndar svona fallið innan þess tímabils en 600 tíma skoðunin svona stóra skoðunin sem að við erum alltaf að gera og hvort sem við náum 600 tímanum en ekki þá tökum við þessa 600 tíma skoðun og klárum hana að vettar til. Þetta skoðun sem að kostar svona 5-10 milljónir eftir hvað þetta mikið sem hún þarfst að gera. Svona að meðaltali hún þarna, hún getur farið mun hærra og sem dæmi að hún háð þessum mörkum 600 tímum eða 2 ár. Hvað sem fyrst kemur. Já. Og í okkar tilfelli yfirleitt alltaf flugtími. Já, en hvernig náðu að sinna eins og bara öllu viðhaldi á þyrlunni hjá okkur á Íslandi? Já, við höfum stemt að því og höfum náð því. Það verður þó að segjast að því ég sagði hérna í upphafi að á sínu tíma þá var maður í svokölluðum framtaksfjárfestingum og maður hefur séð gríðarlega miklar breytingar þar. Og ein skemmtileg breyting reyndar var bara í vikunni að það komin svo kallaður englasjóður á Íslandi. Já. Venture Capital Angels Fund sem hefur verið til náttúrulega erlendis í 10 ára en aldrei til á Íslandi. Að ég
við höfum bara einhvern veginn svona ákveðið það að við höfum svona nýtt einhvern veginn allt okkar skipulag rosalega vel og kannski því maður var að segja frá þessu venture capital að þetta gengur svo opaslega mikið út á bara gott skipulag á öllu þessum gerir og það er opaslega mikið atriði í okkar rekstri við séum með gott skipulag á öllu pössum allt og bara séum bara tilbúnir alltaf þegar að eins og þú og aðrir hringja þá er bara allt á hreinu hjá okkur þannig við vilja hafa það í gegnum árin Já og það fer þannig að þið leggji gríðarlega mikið þá upp úr skipulagningunni bæðið þá með viðhaldið og allt það þannig að þeir séu tilbúin að sinna því þegar það kemur eins og núna sumari háannan tími Já En hvernig lítur sumarið út hjá okkur bókunlega séð? Það lítur nú svo sem bara ágætlega út við finnum það þó að það er svona aðeins það er eins og öll ár séum einhver svona sín blæbrigði blæbrigðin á þessu ári virðist vera að það sé ekki eins miklar væntingar farþega eða fjölda farþega til landsins það finna það svo sem allir og við líka þannig að það eru kannski ekki eins sterkar bókanir eins og í fyrra það er líka ljóst einhvern veginn að eldgosi hefur verið svona tvíbendsverð það vekur athygli þegar það kemur en til skemmri tíma er það mjög notalegt fljúgu mikið en þú veltir því fyrir þér til lengri tíma inn í sumarið er það gott? Ekki alveg svo? Nei, einmitt, það er spurning það er einmitt saman við sjáum að fólk er kannski að bóka með skemmri fyrirvara og er kannski ekki alveg tilbúið að staðfesta bókanir langt fram í tíma bara þetta óvissu varandi gósið og svo náttúrulega Bláalóni alltaf opna og loka og það náttúrulega spila svolítið inn í en þið hafa náttúrulega verið að fljúga núna ferðir yfir gósið og er svona svipuð eftirspurn eftir því eins og hefur verið í síðustu gósum eða sjáu þið minnkun þar Það hefur finnst mér heldur rólegra núna í þessu gósi sérstaklega það ber þó að hafa í huga 2022, 2023 það var ótrúlega mikið Íslendingum sem fóru yfir gósið og eðlilega er það náttúrulega bara takmörku auðlind takmarkaða fjöldi af Íslendingum og það hefur minnkað og það hefur svona þessi eftirspurn þetta líka fyrir dálítið eftir hvar þú hittir með gósið oft er maí rólegur eins og þið hefur kannski oft skynjað júní er svona þá fer svona þetta fer aðeins að fara á flug en er kannski ekki alveg komið á flug þannig að en svona miða við í fyrra þá reyndar kom gósið mann ég ekki að það kom í ágúst mann ég ekki rétt Jú, ég held að það veri kringu þann tíma Já, þá er náttúrulega allt á 100 þetta bættist við einmitt núna er heldur meiri svona róli heiti yfir þessu en mikið flóið og kannski líka upp á út af umfjöllunu varðandi þetta gós samanber við hinn gósin sem að koma sem var náttúrulega stafaði engin ógnaf það stafaði ógnaf gósuna var það ekki í vetur var ekki? Jú. Það var svona fyrsti svona var þetta ekki fyrst svo sem í vetur þar sem að fóra að vera svona öðruvísi gós Bláalónið virkjunin og ekki síst Grindavík í hættu og út af þessu var náttúrulega mikil umfjöllun erlendis maður sá það alveg að því við fylgjumstum alveg svo þið við reynum að fylgjast með hvernig umfjöllunin er erlendis hún var ekkit sérstaklega góð Nei, hún var ekki mjög jákvæð hún hjálpaði ekki til Nei og við fundum bara strax fyrir bara í byrjun október þegar jarðskjálftanir byrjuðu hvernig var fjallað það og óviss og annað og fólk var ekki örugt með að koma til Íslands með umfjöllunna og ég stundum velti fyrir mér það er svo erfitt að skynja þetta það er náttúrulega oft verið sagt í gegnum tíðan að það er einhver óvissi sambandi við átök og annað þá fer Ameríkumaðurinn ekkert út úr sínu landi hann bara einhvern veginn skynjar þetta öðruvísi heldur en við
og kannski það þannig núna að hann bara skynjar það að út og í tengslu við þessar fréttir að þetta sé alltaf nálagt höfuðborginni, þetta alltaf nálagt flugvellinum. Já. Það ekki bara það bláa lónið sem skiptir máli fyrir okkar öll, heldur þessi nálægð við höfuðborgina, nálægð við flugvellin sem að svona kannski eðlilega setur smá ótta í hann. Já, það er þetta óvissa ástand. Já. En það sem maður má líka horfa á náttúrulega, þú veist, Ísland hefur náttúrulega verið gífurlega vinsælt og sérstaklega eftir COVID, en svo náttúrulega erum við að keppa við fleiri áfangastæði, heldur bara okkur sjálf, sko. Finnland og annað sem að vera mjög vinsælt og það spila náttúrulega rosalega inn í þegar við fáum svona slæma umfjöllun, hvað fólk ákveður hvert það að fara í frí næst, sko. Ég alveg hjartanlega sammála þessu, sko. Við þurfum náttúrulega aðeins að hugsa út svona hver samkeppnin í kringum okkur. En við erum náttúrulega með svona stundum að maður þarf að segja þetta, sko, ég þarf að segja þetta með mildum hætti, sko. Við erum náttúrulega stórasta land í heimi. Þannig að við erum náttúrulega stundum ekki alltaf að horfa svona á okkur að utanfrá. Nei. Af því að við erum alltaf stórasta land í heimi og það alveg klárt að ferðamaðurinn lítur á okkur kannski allt öðrum augum heldur við áttum okkur á. Þannig leiðandi að þegar kemur ykkur umfjöllun þá getur verið að það fari allt öðruvísi í hann heldur en það fer í okkur. Já. Og þessa skynjun mjög erfitt að hafa. Já. Einmitt. Já, en kannski ferðamaður sem að sér var eldgos hvað hefur nú af hverju ætti ég að fara þá ef það eldgos, ég get alltaf að fara seinna og ef ég festist á Íslandi þá var ég fastur í mjög dýru landi. Já. Og ég held bara ekki að gera það. Nei, einmitt. Það er náttúrulega líka verðlag sem spila inn í Íslandi er náttúrulega ekki ódýr kostur til að fara að ferðast. Ég klálega og kannski myndum við nú alltaf að hugsa alveg eins ef það væri eldgos á Tenerife sem dæmi eða Kanarí að þá myndi ég nú kannski ekki endilega vera að fara ánga með fjölskylduna mína. Nei. Hvað þá heldur ef að þessar eyjur eru dýrar? Því ef ég festist þar í einhver tíma þá þetta bara hellingspeningur sem að þú ert að bæta við þitt frí og ég ekki þess sem að útlendingurinn hann skipulegur sig kannski öðruvísi heldur en Íslendingurinn, sko. Hann segir bara ég ætla að eyða svona í fríið mitt og ég ætla ekki að setja þessa upp að ég hættu. Nei. Það getur verið alls konar sko fangagangur sem við ekki alveg skynjum. Já, og ég myndi halda þetta að væri svona stæðsti þáttur en væri einmitt þessi óvissa. Já, ég held að. Og þar sem að þeir hafa líka aðra kosti bæði í Evrópu og annars staðar til þess að fara í frí. Maður þarf nú svo sem ekki mikið að leita þá sér maður náttúrulega alveg stórkostlega náttúru þá íslensk náttúra sé alveg stórkostlega falleg, sko, þá hellingur af stórkostlega fallegri náttúrum allan einn. Já, það er alveg rétt. Við þurfum að vera alltaf samkeppni, við þurfum að vera alltaf svona átt okkur á því við þurfum aðeins að hafa fyrir þessu. Já, einmitt, þetta er ekki gefið. Þetta er ekki gefið. Nei. En hvernig eins og með bara síðustu gos, það sem hefur náttúrulega verið gífurlega mikil eftirspurn eftir því að vera að fara í þyrluflug og töluvert á minna framboð og í framhaldi af því að samkeppnin á markanum svolítið aukist. Hvernig hefur það verið fyrir ykkur hjá Norðurflug til dæmis? Það sem hefur náttúrulega gerst síðustu kannski ár frá svona 2017 svona sirkabát að þá var þetta fyrir þann tíma þá voru að mestu leyti 2 fyrirtæki sem öll voru skráð á Íslandi með þyrlur. Markaðurinn var svo sem ekki, hann var ekki eins stór, það var ekki jafn mikið að flugtíma á þeim tíma. Þetta svona jógst mjög hratt upp úr svona 2012 sérstaklega. Þegar aftur á móti að kannski tilteknir aðilar náðu einhverju lágmarkstímum þá sögðu þeir bara bless við þá sem að stóðu bak við þá á tímum sem að þeir gátu ekkert farið með flugtíma og boðið þá nýtt út og þá kom inn erlendir aðilar.
það hafa verið á þeim tíma var þetta aðili frá miðhluta Evrópu. Hann fór síðan bara allt í einu snarlega 2019 minni með það er að segja að þá fer hann út úr því að vera í almennu flugi. Hann bara tók af sér ákveðna pakka á Íslandi og svo var hann bara farinn. Svo kom annar aðilinn og með sama hætti fór hann á innan við 2 mánuðum eða 3 mánuðum. Síðan það þannig að norskur aðili hefur keypt sig inn í þyrlufélag á eða þessi inn í það sem við getum kallað ferðaþjónustu fyrirtæki sem sér af sig í þyrlu rekstri. Þannig að þetta umhverfi hefur snar breyst síðastliðin ár. En það sem hefur svo sem einkennt þetta það oft að þá virðist nú vera þannig að það sé jafnvel á ákveðnum svæðum í Evrópu offramboð af þyrlum og þá leita menn bara leiða til þess að senda sína þyrlur eitthvað til þess að ná í auka tíma og af því að þetta allt svo kallað evrópskt svæði að þá geta menn farið með þyrlurnar sínar út allt innan evrópska svæðisins. Já, sama leyfi sem að gildir. Já. Það reyndar svona geta verið ákveðni fyrirvarar og þarft að sækjum leyfin til viðkomandi flugmálastjórnar og það geta verið svona einhverju sérreglur hér og þar en almennt þetta frelsi til staðar. Já, þannig að þeir geti raunnið þá bara komið þyrlun til Íslands og verið að operata ferðið bara beint úr Reykjavík. Já, á þess að þurfa að auka leyfi fyrir því. Já. Það náttúrulega verið til þess að verið til ennþá meiri samkeppni fyrir aðalega eins og ykkur. Já, klálega og margar nátt svo sem eins og svo sem gerist og gengur á íslensku markaði. Við sjáum það náttúrulega Ísland í samkeppni við miklu stærri fyrirtæki í sínum rekstri og það sama gildir okkur að þetta oft stærri fyrirtæki sem að keppa við okkur. Já. Einmitt. Það bara þannig. En hvernig eins og þeir náttúrulega að bjóða aðlega þá útlendingum upp á útsýnsflug. Já. En svo hafið náttúrulega líka verið að taka eitthvað greiðlega stór kvikmyndaverkefni. Já. Það var kannski ekki verið mikið af því síðustu 2-3 árin. Já, þau eru nú drjúg þessi verkefni. Við vorum í verkefni til dæmis núna í mars. Já. Fyrir reyndar mjög stóran erlendan aðila sem fékk True North til þess að vinna að þessu verkefni fyrir sig. Þeir eru náttúrulega mjög reyndir í þessu True North og hafa náð að klára með miklum sóma mjög flókin verkefni og en það virðist líka þarna vera svona ákveðin kannski stundu sveifla. Þeir hafa sagt mér það þeir sem að þar þeir ágætu drengir að oft sé það þannig að kvikmyndafyrirtækin þau kom inn í eitthvað land í eitthvað tíma svo hvílaðu það þannig það sé ekki alltaf sami bakgrunnur við svipaða myndir. Já. Svo eru náttúrulega myndir kvikmyndir það eru svona mismunandi tegundir eins og þeim munum eftir að kannski að við vorum mjög þekkt fyrir að vera með svona game landslag Oblivion, Prometheus og þessar myndir þetta var svona allt umhverfið var svona svartir sandar og óbyggðir það var eiginlega síðan kannski rétt að segja að fyrsta myndin sem allavega mér fannst svona sína landi sem heild var eiginlega The Secret Life of Walter Mitty með Ben Stiller. Já. Af því hann sýndi Seyðisfjörð, hann sýndi Snæfellsnesið, hann sýndi mjög mikið af landinu sem var ekki beint svona svarti sandar eða svona game líkt landslag. Og ég held til dæmis að það hafi skipt verulegu máli og ég held reyndar að allar þessar kvikmyndir hafi selt Ísland miklu meira heldur en við gerum okkur á grein fyrir. Maður sér það eins og þú þekkir niður frá hjá okkur, þá setjum við upp svona myndir eða svona klippur af myndunum sem við höfum verið að vinna í og
og að því þetta svona á burðarbita að þá stundum eins og sé sko, ég laði svona dansað í kringum hann sko, og farþegarnir koma með símann sinn og að taka myndir af einstökum verkefnum og senda það á vini og kunningja og segja hérna þetta fyrirtæki tók þátt í Prometheus, Walter Mitty og Interstellar og öllum þessum myndum og við erum að fara að fljúga með þeim. Þetta þykir þeim sérstaklega Ameríkönunum alveg ótrúlega áhugavert. Já. Og líka Bretunum og líka Evrópabúunum. Kannski minna sem að kannski östurlundu fjæri þess líkir en þetta þykir þeim óskaplega merkilegt. Já, trúi því. Já. En hvernig hefur verið eins og bara með tilkomi dróna og svona upp á hérna, hefur minnkað þá eitthvað í þessu verkefnum hjá ykkur, þessu kvikmyndaverkefnum? Já, við svo sem skynjum það kannski ekki nákvæmlega en við metum það þannig að það sé. Já. En tæknin, stærðin náttúrulega bara þetta við þróa svo hratt að það mjög líklegt að drónar tæki yfir ákveðin hluta af svona verkefnum. Það bara þannig. Já. En hins vegar ekkit sem að hérna sko þyrla sem að vegur 2,5 tonn með sinn búnað, hún náttúrulega miklu stöðugri heldur en nokkuð tíma dróni sko. Í íslenskri veðráttu. Já, einmitt. Það bara þannig. En klálega eru drónar að taka yfir ákveðin verkefni. Já, það náttúrulega kostar væntanlega töluvert minna að taka þetta upp á dróna heldur en þyrlu. Já, alveg klálega, en hins vegar skipta gæði náttúrulega miklu máli og fyrir kvikmyndir þá held ég að þeir séu nú svona í eitthvað eftir í land að missa af gæðum þess að vera með þyrlu og þyrlubúnað til þess að taka myndir. Gæðin held ég að séu bara öll önnur. Já, einmitt. Erfitt að bera þetta saman kannski. Ég hugsa ennþá sé það en drónatækni náttúrulega eitthvað sem að fleygir fram og hefur gert það og á eftir að gera það. Já. En hvað myndir þú segja svona í þyrlurekstunum, bara svona almennt, hvað það svona mest krefjandi við reksturinn, annað heldur en kannski viðhald og náttúrulega þetta veður, að þið náttúrulega töluvert að alltaf á hverjum einsta degi að skoða veður og breyta dagskránni til að geta aðlagast mjög hratt. En hvað annað það svona sem spilar hvað mest inn í? Það náttúrulega fyrir okkur skiptir máli til markaðssetningin. Skiptir mjög verulegu máli. Síðan allur innviðir félagsins að skipta okkur miklu meiri máli kannski heldur við almennt metum jafnvel sjálfustundum að við höfum náttúrulega lagt áherslu á að setja nánast allt í mjög góð kerfi hjá okkur. Við erum konum með mjög góð kerfi en þú þarft að hafa mikið skipulag og þú þarft að vakta svona rekstur mjög vel og sérstaklega viðhaldið. Það skiptir miklu máli. Við höfum til dæmis innleitt hjá okkur í sambandi við viðhaldið, mjög gott viðhaldskerfi. Hér áður fór voru flugmenn að fylla út svona pappírsflug yfirlit. Nú þetta allt komið í iPad og þegar þyrla lendir að kvöldi þá allt uppfært, allir tímar, allt saman uppfært. Og við sjáum alla stöðu á öllum þyrlum bara á stundinni. Já, bara í rauntíma. Já, þannig að það hefur verið, við hefum unnið gríðarlega mikið starf í að fá góðan hugbúnað víða í starfsemin okkar til þess að létta okkur vinnuna og ekki síst til þess að bara allt eftirlit með öllu hjá okkur sé alveg upp á 10. Já, er þetta hugbúnaður sem að þeir eru með sjálf eða aðkeyptur einhvers? Þetta aðkeypt. Já. Það skiptir svo miklu máli, við höfum reyndarfæði gegnum 3 svona hugbúnaði og þessi sem við erum með núna, það eins og alltaf með hugbúnað að þetta skiptir máli hvernig notenda viðmótið það eiginlega aðalmáli finnst mann stundum. Það geti séð bara tiltölulega strax, já, hörðu þið,
þetta hérna, við þurfum að fara að kíkja á þetta. Þú ætti ekki að fletta einhvers þar inn í einhver skjöl, þú bara, já, ég þarf að fara að þetta. Já, með allar upplýsingar bara beint fyrir fram að allt beint fyrir fram að okkur. Já, og það náttúrulega skipti gífurlegu máli upp á einfalda reksturinn eins og hægt Ég fyrir rekstur þá sem það með sko, allan þennan fjölda af íhlutum í þyrlu sem þú þarft að hafa eftirlit með, þá skiptir þetta höfuðmáli. Já. Síðan skiptir máli líka svona sko samstarf milli allar aðila. Við höfum verið að leggja mikla áherslu á það að bara eiga gott samstarf, og þá á ég ekki við þá aðila sem að eru náttúrulega að nota þjónustun okkar, heldur líka þá aðila sem að eru að hafa eftirlit með okkur, eins og til dæmis Samgöngustofu, að það hefur tekist bara mjög gott samstarf á milli aðila. Það að okkar mati mjög mikilvægt, og miklu mikilvægara heldur en að kannski flestir átt að segja á. Við þurfum náttúrulega til dæmis að fara í gegnum alls konar úttektir, og við höfum oft og iðulega sagt að umræða bara sem að verður í úttekt, hún getur verið okkur mjög mikilvæg og bara til góða. Já. Að þessi samskipti bara opin og góð. Að vinna vel með öllum eftirlitsaðilum. Já, það hefur bara tekist mjög vel. Já, það er væntanlega gífurlega mikið eftirlit með svona þyrlu þjónustu. Já, bara alveg með ólíkindum. Það er alls konar úttektir, sérstaklega veturnar. Þá kemur svona þungin inn á þessu, og í úttektum er náttúrulega spurt getur þú sannað fyrir mig hvað þú gerðir? Já. Og þá skiptir þetta með máli að í kerfunum okkar að allir vinnupakkar, til dæmis út af 600 tíma skoðinu sem ég myndist áður við, þetta er kannski vinnupakki sem er svona þykkur, með allir fylgi, skjölum og allir, og þá náttúrulega skiptir máli að þú getir reitt slíkt fram þegar þú ert beðin um það. Já. Og það getur við. Einmitt. En hvernig hefur verið, eins og umræðan hefur núna svolítið mikil verið varandi hérna Reykjavíkurflugvöll, að rosalega fólk hefur verið að kvart undan miklum háað á þyrlunum. Sérðu fram á í náni framtíð að þið muni flytja ykkur eða færa ykkur frá Reykjavíkurflugvölli? Ég held að það geti allt eins gerst. Það hefur nú verið alltaf, svo ég segi nú bara beint fyrir að sjálfa mig, að þegar að þyrlutrafík jókst mikið í 2012, 2013, 2014 og inn í þetta, þegar þetta virkilega tók mikingi, þá var þetta svona nýtt hljóð. Maður fann það. Það var taldið kvartað. Já. Ég finn það bara núna að það er minna kvartað. Þá var ég að tala um svona almennt í kringum okkur, þá er minna kvartað. Það ber þó að hafa í huga að við höfum náttúrulega gripið til ákveðna aðgerða hvað það var þar og gerðu það fyrir löngu síðan. Við höfum hækkað okkar flug, gerðu það til við Þingvöllum og viðkvæmum stöðum og við löngu byrjað að þessu áður. Já. Við áttum okkur alveg á því að þetta geti verið svona ástendingarsteinn. Síðan sko varðandi eins og gosflugið, þá finn ég það að það er minna kvartað í dag heldur en var til dæmis á síðasta ári. Já. Og það geta verið margar ástæður fyrir því. Það geta verið til dæmis það að ef þú ert yfir görðunum þegar það er gott veður og allir í góðu stuði helgar, leiðild af að þyrlur yfir sér, skilur það alveg. Ef þetta vetur til vinnandi og finnur minna fyrir þessu, síðan er náttúrulega líka annað að við ákveðum ekki flugleiðirnar yfir Reykjavík. Það er Isavia sem ákveður það. Þannig að þegar þegar kemur gos, þá kemur ákveðin forskrift frá Isavia það að þið fljúið þessar leiðir inn að gosinu og frá gosinu. Þannig að við stjórnum ekki þessum leiðum ílega með neinum hætti. Nei. Hins vegar eigum við gott samstarf við þá konu sem að er í þessu meðal annars og þeir aðilar sem er í þessu. En það er kannski ekki alltaf sem er eðlilegt að það er ekki alltaf að verða við okkar óskum. Nei, einmitt. En hvernig verið svona, þú veist, að því að svo náttúrulega Reykjavíkurflugvöllur með sinn
opnunar og lokunatíma sem getur verið svolítið krefandi sérstaklega svona sumrin þegar svona bjart úti og þá getið flogið kannski aðeins lengur og það var náttúrulega einhver þyrlufyrirtæki þannig í fyrstu gósun sem voru einmitt að bjóða upp á ferðir utan Reykjavíkur, það var sem verið að pikka upp einhver staðar í Krýsuvík og þar. Já, og þetta náttúrulega snýst aldrei það svona hvar þinn grunnur það að segja, við erum náttúrulega við erum eina kannski þyrlufélagið sem að með svona almennilega afgreiðslu og að fá farþegan inn í hana, klára þetta allt saman sem þarf að klára þannig að ferð í flugið eitthvað sem að þú kannski flytur ekkert mjög auðveldlega. Nei. Hins vegar við verið svona ofta líta í kringum okkur en það ekkert auðvitað en Garðin Agresia við tókum nú þátt í umræðum að flytja þyrluflug upp á Hólmsheiði á síðasta sumri og það bara risu upp alls konar einstaklingar sem að alla virðist vera mega heyra eitthvað nýtt ljóð og þá eru þau byrjar að kvarta. Já. Þannig að það svona ekki auðveld lausn í þessu. Hún bara virðist ekki vera til. Nei, einmitt. Því miður. Já, það náttúrulega líka svolítið kannski erfitt að eiga við þetta sem að Reykjavíkurflugvöllur náttúrulega bara akkurat alveg við miðbæinn sko. Já, algjörlega og svo var náttúrulega umræðan þetta Hvassahraun og á sínu tíma og flugvöllur myndi fara þar lendi var engin fjárfesting í kringum þetta svona búið að vera allt og mikil óvissa og okkur með þetta svona óþarfa óvissa af því að í dag eru til það ekki flókið að flytja heilt hús í dag sko þannig að maður hefur fundist þetta svona stundum vera að allt og mikið svona óþarfa óvissa þannig að hann ekki að fara á einhverjum 5 árum eða eitthvað slíkt, hvað þá heldur 10 árum. Nei, einmitt, það mun taka lengri tíma. Það bara, þú flytur ekki flugvöll bara sísón. Nei, einmitt. Og sem að Hvassahraun flugvöllurinn hefur sýnt og sannað. Já. Og þú fyrst að vanda það var mjög mikið. Já, einmitt. En hvernig svona eins og fyrir útsýnisflugum sem þeir eru að bjóða upp á og náttúrulega væntanlega gífurlega vinsælt bara eins og ég sé bara viðskiptanu okkur sem vilja fara hérna í gósflug hverju eru svona helstu viðskiptanir hjá ykkur? Það má eiginlega segja sko helstu viðskiptanir langstæðstu hópurinn bara þinn hefðbundni túristi og síðan það fyrirtæki, lúxusfyrirtækin kvikmyndafyrirtækin og önnur fyrirtæki en svona þessi hefðbundni maður getur notað þá þetta útlendingur nú bara okkar viðskiptavinur og það virðist vera óháð efnum sem slíkum en það við náttúrulega með ferðir fyrir eiginlega alla Já. Allt frá hvað var 30-40 minna gósferð og upp í heilan dag Já, einmitt Það þessar löngu ferðir ég get alveg sagt það þegar við vorum til dæmis að smíða okkar Jökulsárlónsferð sem að kostar 400.000 á mann að ég man það alveg að ég og hérna stúlkan sem að þá vann og hjá okkur við horfðum á skjáin sem í vinnu man þetta alveg eins og þetta við gerst í gær sko. Við sagðum svona, já 400.000 kall á mann, það eiginlega bara það verður ekkert margir þessa ferðir en við skulum leyfa þessa ferð inni sjáum til fullt af fólki sem kaupir þessa ferð Já fullt miklu meira heldur en ég eftir vona Já, einmitt Þetta náttúrulega besta náttúrulega leiðin til að sjá landið náttúrulega í þyrlu og geta séð sem mest á hvað skemmstum tíma og saman eins og við bara séð með eins og okkar viðskiptavinni að taka heilstags þyrluferði hvort að sé landmannlaugar eða Jökulsárlón og taka svo svona lunch setup eða hádegismat út í náttúrunni en þetta náttúrulega vermiði sem kannski ekki fyrir alla Nei, en ef að þú svona kannski veltir í fyrir þér þú getur verið stittar á Íslandi þú sér náttúrulega miklu meira eins og til dæmis í Jökulsárlónsferðinni að fara inn á lónið sjá þetta stórkostlega lón sem þarna
fara síðan inn í landmannalaugarnar, sjá Jökulgilin, Hrafntinnuskýrið, Þórsmörk. Þú sér svoleiðis sko miklu meira heldur en þú getur nokkuð tíma séð. Já. Þannig í reynd þessi ferð, hvað var það, gæði algjör snilld. Já, einmitt. Og í lokin kannski þeir sem að leggja sig niður kannski við að meta kannski kostnað við aukinn fjölda, gistinátta og leigubíla og eitthvað slíkt, kannski hún ekkit dýr. Nei, það er enda mjög góða punktur. Já. En það sem ég var náttúrulega aðlega að horfa var sko þá prívatferðinar eins og við erum að bóka fyrir okkar viðskiptaðinni. Já. En það er náttúrulega allt annað en leið og bara að borga fyrir sætið sko. Klálega. Já. En þetta þú ert bara að bjóða upp á sko allt önnur gæði, allt aðra upplifunin bara sko margfalt það sem þú getur gert og eins og þú minnist á að sitja síðan út í guðskarni náttúrunni á Íslandi í algjörri kyrrð. Já. Og það bara alveg stórkostlega merkilegt. Burtu frá öllum átróningi og öðrum túristum. Öllu bara þetta eitthvað sem að bara einu sinni á ævinni í mörgum tilfellum. Já, það alveg. Og vanmetið hvað mikil gæði í þessu og upplifuninni, en það kannski það sem líka annað sem við erum náttúrulega oft í að því við erum að tala um flugmálastjórn og eftirlitsaðila og sem við viljum eiga góð samskipti við, þá má segja það sko, við viljum líka hafa góð samskipti við þessa erlendu aðila sem að votta okkur. Já. Ef það kemur ef það kemur kvikmyndaverkefni, þá er viðkomandi aðili sem kemur með spurningalista til okkar og fer í gegnum alls konar gögn sem við þurfum að láta það hafa, ekki síst út úr svona viðhaldskerfi og þannig við erum vottaðir mjög víða af erlendum aðilum líka og við erum til dæmis höfum átt mjög gott samstarf við eins og Disney og þekkjum mjög vel þann aðila sem þar stýrir allir í vottun á þyrlum, hvort sem það fyrir kvikmyndaverkefni eða fyrir Disney skipin. Já. Og þetta svona þeirra vottun við verðum var við það skiptir öllu máli fyrir marga aðra sem ekki endilega Disney ef þeir vita að það vottun ákveðin gæðastimpill, þá það svona gæðastimpill. Já. Og við fengum náttúrulega eitt verkefni í COVID árinu fræga og að því oft svona verkefni útvistuð virðist vera og þetta var svona Disney tengt verkefni og þessi hópur sem var að vinna þessu var breskur hópur og hafði komið frá Afríku til Íslands, hafði þar notað þyrlur og voru svona pingulitið svona greinilega hafði eitthvað lent í einhverjum vandræðum og voru svona skeptískir á þyrlur og svo sem við segðum bara við á förum bara og eigum bara fund með ykkur og Disney, alveg frábært ég að segja þeir og svo var sest við borðið, hringt í mannin sem við þekki bara mjög vel sem að sagði ekki þannig er þetta ekki norðurljósum með þetta? Jú, já. Þá er þetta bara allt í fínulegi og þú kannst bara séð svona hvað hópurinn svona bara hann svona sungaði niður í sætinu sko. Ok, þetta er bara fínt. Já. Og verkefni gekk alveg stórvel. Voru þetta einhverjir sem voru þá flughræddir eða? Ég held að þú ert að hluta til í Afríku myndi ég halda sér mjög mismunandi gæði. Ég er ekkert viss að þeir hafi getað séð flett upp í viðhaldsgögnum eða öðrum eins góðum hætti sem hjá okkur. Ég er ekkert viss heldur að flugmaðurinn hafi verið að sömu gæðum eins og Jón Kjartan hjá okkur. Þannig að ég held bara svona almennt hafi verið miklu meira vesinn. Já. En við erum svona reynum að vera svona vesinslausir. Já. Eins mikið við getum. Að mestu allavega. Já, að mestu. Þá reynum við að vera vesinslausir. En hvernig hefur verið eins og bara, ég náttúrulega tekja sjálfur að fara í nokkrar svona heilstæks þyrluferði hjá okkur.
hvort sem eru vestfirðinir eða Jökulsárlón og Landmannlaugar og einhver stað norður að hvernig er verið upp á það að vita nákvæmlega hverðu megi lenda þyrlunum upp á landeigendur og annað. Það hefur nú gengið bara afskaplega vel. Þetta koma öðru hvoru svona einhver tilfelli upp en landeigendur hafa bara stæðstum hluta ekki verið mikið að skipta sér af okkur. Nei. Ekki fyrir utan Fagradalsfjallsgosið sem var nú svona óþarflega leiðilegt mál en yfirleitt er ekki vandamál með lendingarstaði. Við náttúrulega erum aldrei að lenda nálagt einhverjum í nálað við bæi eða aðra. Við höfum bara reynt að vera, við höfum svona sagt við okkar umhverfi, við erum bara svona að reyna að vera til friðs en þó til. Já. Það er nú eiginlega svona gegnusneita sem við erum að segja. Já, einmitt. Það er einmitt mjög góða punktur. Hvernig hefur þá verið, síðan þú hefur verið í þyrlurekstunum, hvað bara 2008? Já. Hvað hafa verið svona stæðstu mistökin eða eitthvað sem hefur komið upp á þeim ferli? Og hvort það hefur verið kannski að kaupa vitlausa þyrlu eða... Við hefum nú alls ekki lent í því og ílega fyrir aukt. En það og að því ég var svona að tala þessar framtarsfjárfestingar og annað slíkt, það alveg ljóst að þú kaupir vitlausa tegunda þyrlu, það er vondmál. Já, það er bara gríðarlega vondmál. Og við töluðum áður Boeing versus Airbus og allt þetta, að val á þyrlum skiptir gríðarlega. Og við höfum bara, það hefur gengið mjög vel hjá okkur að velja þessar þyrlur. Því við gerum okkur grein fyrir því að þetta er mikilvægast ákvörðun okkar á hverju einstöku tímabili. Það eru tegundir að þyrla. Og það er ekki bara tegundin, það er líka ástandið á henni. Og við höfum verið mjög lánsamir í því sem við erum bara mjög þakkláttir fyrir að þessar þyrlur sem við höfum keypt utan við evrópska svæðið, sem því að fylgir þá meira tékk, að þessar þyrlur hafa verið komnar í vinnu ein á sama degi og við vorum búin að setja hana saman og gera hana klára og hinn daginn eftir. Þannig að við erum með mjög svona, við getum sagt harðsnúið lið í því að klára allt sem að þarf að klára, fá allar heimildir, setja viðhaldskerfin inn í kerfin okkar og allt sem þessu fyrir, sem er gríðarlega mikið verkefni og við höfum bara alltaf klárað það. Já, fá fjárfestingu til að vinna fyrir sem fljótt og hægt er. Já, bara við höfum verið ótrúlega lungnir í þessu. Já, einmitt. Við höfum verið með mjög góða líka samskipti við bankan okkar sem vil ekki líka áherslu að sé góð samskipti og það er bara, hefur allt gengið upp. Já, en þú ert ekkit með neinn svona ein mistök sem þú manst eftir eitthvað sem hefur verið gert í reksturinn sjálfum. Ég bara man ekki þetta svona sérstökum einhver á ferði kannski, eins og við höfum kannski nokkuð sem verið með viðskiptaðin sem að vera að fara held í ferði hjá ykkur og þá veðrið verið svona 50-50 hvort að þyrla myndi festast á leiðinni eða hvað, eða væri láskíða. Við höfum held ég einu sinni lent í því að þyrlaði fest. Ég man ekki eftir því eins og hjá ykkur, var það? Nei, við fórum ekki á stað Nei, það er eiginlega kjarnin í þessu við förum ekki á stað yfir drófis. Já. Það er nú bara einhvern veginn þannig. Þetta er, ég hef stundum og segja það mjög oft, að reka fyrirtækis norðlug, það er algjör list á marganótt. Vegna þess að þú ert að meta veður. Það getur verið mismunandi mat, það getur verið mismunandi reynsla. En allt hefur þetta áhrif á tekjuflæðið þitt. Já. Þannig að eðlilega getur ekkert slitið þetta alveg í sundur. Og þess vegna reynum við að náttúrulega vanda mjög vel til þess að meta veður. Og eins og þú og fleiri hafa skynjað, við erum byrjaðar að horfa á veðrið
yfirleitt svona næstu viku framtíman. Já. Svona, þá erum við byrjað að hafa svona auga á veðrinu 5, 6, 7 dagar og svona auga með því að það getur náttúrulega breyst mun meira heldur en það sem í næri tíma en þegar það færist næri tíma þá erum við byrjað að vakta þetta mjög stíft Já, hver eru það þá flugmenni sjálfur sem eru ábyrgi fyrir að vera að skoða veðrið? Þarna kemur nú tenging á milli sko þjónustunar og kannski við að segja þjónustunar og kunnans við erum svo sem fann að vakta veðri lengra heldur en kannski flugmaðurinn flugmaðurinn er kannski ekki endilega á vakt á þessum dögum sem við teljum að séu svona erfiðir flugdagar þannig að þetta er yfirleitt við og síðan eru flugmennir byrjar að taka við af okkur mjög fljótlega eftir það til þess að vakta þetta nánar en í lokinu er þetta alltaf flugmaður sem segir til það Já, þetta er náttúrulega stór ákvörðun getur kannski verið með eina heilsdagsferð og það er svona álita mál hvort það er að fljúga eða ekki Við áttum okkur vel á þessu og við náttúrulega svarið er alltaf auðvitað hlýt ég alltaf að vilja fljúga Já Það er bara einfalt að svara mitt við þegar ég fæ spurningar þetta að af hverju ætti ég að neita tekjum það bara segir sér sjálft að ég geri það ekki auðvitað hins vegar er það þannig ef það er vafi þá er vafinn okkar þá er hann svona í okkar ég ekki sagt í okkar á okkar svæði Já. Og öryggið og þessi vafi hann ræður því hvað við gerum Já, einmitt það hefur aldrei velst í okkar huga Já það er bara þannig og oftast allan af okkar reynslu að þá er oft líka þetta aðlaga flugplanið og kannski fara í einhver aðra átt eða jável eins og við erum oft með viðskiptaðin sem er kannski 5-6 daga að fara fyrir í þyrluferðina bara eins og í gærkvöldi það voru við með þyrluferð með ykkur það sem að Í Essential Iceland-ferðin Já það sem að fólk var ákvað bara að fara í gær það sem að veðri leit betur út Þetta er alveg ferðin í gær er náttúrulega mjög gott dæmi með þetta vegna þess að við vorum farnar vakta þetta flug og annað flug reyndar í dag farnar vakta þetta frá helginni og mátum það þannig að þetta væri svona alveg á mörkum þar lendi vöktuð við það mjög vel svo sáum við það náttúrulega bara í gær að spáin hún hélst og hún batnaði ekkert hún versnaði frekar heldur en að batna og þá ákváðum við bara nú ringjum við enn og aftur og segjum við skulum færa ykkur yfir sem gekk eftir Já, einmitt það er ekki heldur einfalt að vera að færa mikið yfir í svona fyrirtæki við þurfum að passa upp á það að flugtímar flugmannsins séu innan ramma hans viðvera á svæðinu sé innan ákveðins ramma þannig að þetta er svona miklu flóknara dæmi að færa mikið til Já. En klálega metur kunnina eins og þið það að við skulum vakta þetta með góðum fyrirvara Já, einmitt það er bara lykilatriði fyrir ykkur Já, einmitt og mér finnst það einmitt hafa gengið gífurlega vel í okkar samstarfi síðustu ár og er náttúrulega þyrluferð náttúrulega klálega eitthvað sem er bæði góð söluvara fyrir okkur til að selja viðskiptunum bæði upplifuna séð og til að geta delivera svona outstanding experience Nákvæmlega. En fram að því svona fyrir 5-6 árum þá er henni hættur að selja þyrluferðir af því að þeim var í 60-70% skiptana þá var bara alltaf cancela og verður endurgreiða viðskiptunum Já, við gerum okkur sérstaklega grein fyrir því eins og í ykkar tilfelli það er enda meira áríðandi að fylgjast með ykkar ferðum, svona stórum ferðum heldur en kannski öðrum ferðum við áttum okkur á því en eins og þú hefur upplifað að í langbröðsatöflu höfum við rétt fyrir okkur þegar við segjum viljum ekki fara en það er líka þannig að þegar við förum að vakta ferðir svona með fyrirvara þá einmitt gerist það að við finnum einhvern annan valkost förum eitthvað aðeins annað styttum ferðina, förum annað, gerum eitthvað og það er svo skrítið að ég held einhvern veginn að bæði stóri viðskiptavinn eins og þið og kunnin hann einhvern veginn þegar hann finnur það að það sé verða svona vakta
ferðinans og svo þegar hann fer þá kemur hann alltaf rosalega kátur. Já. Ég veit ekki hvort þetta vegna þess að hann bara skynjar það að félagið að gera sitt besta. Þetta ekki svona eins og maður kannski skynjar þegar maður að fljúga með stóru flugfélagin, sko, þú ert bara lítið peð svona. Þú ert bara annað bókunúmer. Já, þú ert bara eitthvað bókunúmer og það er engin mannleg tilfinning í þessu, sko, lengur. Nei. En í okkar tilfelli er þessi svona, þú tekur kannski utan kunnan bara strax og hann finnur það. Já. Með samskiptunum að það er verið að hugsa hann. Já, einmitt. Og það er verið að fljúga með hann þegar veðrið er best, eins og þeir sáðu í gær. Stórkostlegt veður. Já, alveg geggjað veður. Alveg geggjað. Já. Og segjum bara dagur hefði ekki gengið eins eftir, eins og veðurfræðingurinn sagði, sem hann getur ekki haft rétt fyrir sér alltaf. Segjum bara til þess að skýjahæðin hefði ekki verið eins og í gær. Allt önnur upplifun. Já. Allt önnur upplifun. Já. Þannig að það er ekki blár himinn upp úr öllu. Jú. Já. Allt önnur upplifun. Já, það er alveg rétt. Já. En hvernig er svona eins og hérna með norðurflug núna? Hver eru svona hérna markmiðin hjá okkur áframhaldandi svona stefnan? Við ætlum náttúrulega bara að halda áfram að endurnýja svona bara okkar flota, eins og við höfum alltaf gert. Við erum alltaf að endurnýja og huga að því hvernig við viljum hafa samsetninguna. Samsetningin reyndar í dag er bara mjög góð. Við erum náttúrulega búin að umbreyta þessum flota okkar gríðarlega mikið á ekkert mjög löngu tíma. Og síðan er kannski slagurinn alltaf þennan blessaða flugvöll. Á hann ekki að vera, er þetta að fá aðra aðstöðu, er hún góð? Samkeppnin, hvernig lítur hún út? Eru þessir erlendu aðilar að eins og svo ofta bara draga sér, kom inn, stundum keyraði verðin undir það sem er eðlilegt og svo fara þeir. Já, eyðileggja markaðinn. Já, svona, sko, nú dálítið svona, sko, áhugavert að fylgjast með þessu markaði, reyndar mjög skemmtilegt, sko. Það kemur nýr aðilinn, hann er með þyrlur sem er ekki neitt íslenskar þyrlur. Hann notar erlenda aðila, þetta er allt erlend eignarhald, sem hefur sýnt sig bara hvað kemur og fer. Það sem að hann gerir líka, sem að okkur finnst áhugavert, að hann kannski segir, já, ég ætla að fá flug, ég bara kaupi flugið með því að þú hækkar kannski, það er mjög auðvelt að hækka kommission. Já. Það er eiginlega það einfaldast að hann getur gert. En það er náttúrulega bara þannig að það er mikill kostnaður sem fylgir því að gera út þyrlur. Ef að þú gætir séð það að það sé einhver, sko, að þetta sé ef við segja að þetta sé svona gullnáma, þá náttúrulega getur gert ýmislegt. Þetta hefur ekki sýnt sig vera einhver gullnáma. Nei. En eðlilega þarf rekstur þess svona félags, það þarf að skila af sér ákveðnum arði. Já. Norðurflug hefur gert það þannig að við höfum aldrei tekið arð út af félaginu. Aldrei. Okkur er aldrei einhvern dottið í hug. Við höfum verið svo einfaldir. Já, bara endur fjárfest. Við höfum bara endur fjárfest allt og þar að leiðandi höfum við náð því að vera með þessar þyrlur og keypt þessar þyrlur sem eru bara mjög góðar þyrlur á síðastliðin árum en þannig við erum að horfa þá til uppbyggingar innan okkar lands. Já. En það er alveg klálega á örkinni fyrirtæki milligönguaðilar við okkur sem að eflaust horfa bara miklu meira á þóknununa heldur en á gæðin. Já, einmitt. Það verður alltaf þannig. Einmitt. Já. Það verður aldrei að mínu mati til langframa sem það gengur. Nei. Þetta gengur út á samstarf, þetta gengur út á gæði,
Við erum til dæmis með hjá okkur, við erum með öðru hvoru megin við 1500 TripAdvisor reviews. Ég held að það er engin á þyrlu bransanum sko, sem kemst nálægt okkur í því. Hvað þá heldur erlendir aðilar. Þannig að það hefur þá sýnt sig. Það er þá ákveðin staðfesting á því að gæðin eru í lagi. Já, einmitt. Já, ef þú vilt hugsa gæði og verið í samstarfi við okkur gæði, þá virðist það ganga upp. Já. Ég get nú bara staðfest það sjálfur að þjónustustigi hjá okkur er mjög hátt og samskiptin gífurlega góð. Já, takk fyrir það. Þannig viljum við hafa. Já. Þetta er samstarf. Einmitt. Þetta er bara voða einfalt. Þetta er bara samstarf og við sjáum það sérstaklega í kvikmyndaverkefnunum, til dæmis eins og með True North. Þá er það þannig að þá verður ekki til tölið, sko. Það verður bara til leitlið. Já. Það er bara við og þeir og við bara sameinust það að klára verkefnið og gera það þannig að það sé sómið af. Já, þá fóðum við fleiri verkefni. Einmitt, allir að vinna saman að einu markmið. Bara, það er alltaf þannig. Já, en hvað er svona, myndur þú segja, væri það mikilvægasta sem að þú hefur lært í reksturnum á Norðurflug? Stórstu spurt, fáttur svör. Hvað ég lært? Ég held að ég veit nú svo sem ekki Sigurður hvað ég hef sko lært annað en það að mér hefur fundist kannski ég er náttúrulega verkfræðingur en ég kann nú ákveðna hluti mér hefur fundist svona stundum vera þessi mannlegi þáttur svona dálítið áhugaverður mér hefur fundist hann svona að því að ég er að tala hérna samstarf þá hefur mér fundist það svona stundum að það vanti svona dálítið að sérstaklega var hér áður fyrr vantaði svona dálítið svona almenna skilning á rekstur svona fyrirtækja innan félagsins og kannski þessi mannlegi þættir spilað of stóra rullu af því að félagið hafði engan annan tilgang heldur en að byggja sig upp eins og við höfum sannað. Já. Engan annan. Þannig að þú myndir segja að væri þá aðalega mannlega þetta sem við lært. Já, það hefur komið svona, ég vil ekki segja að það hefur komið svona sérstaklega hérna árum áður að það var svona þetta fer allt eftir hvernig skonar kannski karakter þú ert og hvað þú hefur lært og hvað þú hefur unnið í vinnu. Ef að þú metur það þannig að það sé öllum fyrirtækjum til góðs að styðja við allt það sem að félagið er að gera til góðs þá er það sterkur kraftur sem býr að baki. Hins vegar að þú ert að með einhverjum hætti að reyna að hafa neikvæð áhrif á félag þá er það mjög vant. Já. Það er aldrei til góða, engum. Nei, einmitt. Það er mjög hvorki félaginu eða viðkomandi aðilum. Já, það er mjög góða punktur. Já. Bara svo að það sé sagt beint út. Já, en með við þetta er eitthvað sem þú hefur viljað gera öðruvísi í reksturinn? Svona horfandi tilbaka? Nei, í reynd þú veist, það verður alltaf einhver svona atriðir sem að þú segir sem að þeir eðlilegt og þú átt að hafa metnað fyrir því að segja við sjálf að já, ég hef nú eiginlega gett að gera þetta svona, ég hef átt að gera það hins einn. Annars væri nú ekkert gaman að þessu. Nei. Annars væri mann bara dauður öllum æðum og hundleiðilegt. En það er ekkert svona stórt sem að við getum sagt að við höfum ekki gert rétt. Já. Ekkert svona stórt. En við erum sífellt að bæta okkar rekstur og hérna ég er mjög bara stoltur af því hvernig félagið er í dag. Já. En það er búið að taka mikla vinnu. Já. Þetta er ekkit annað en bara þetta er alveg eins og ég sagði sko svona venture capital eða svona framtaksfjárfestingar að ég var eins og að lýsa þessi fyrirtæki fyrir einn manni sem að er svíi giftur íslenskri konu hann er svona framtaksfjárfestir
og hann var heima hjá mér og við vorum að borða saman. Hann sagði, lýstu norðurflugi fyrir mér, segir hann. Já, ég skal gera það. Þetta bara hefðbundin svona framtaksfyrirtæki. Og hann hafði rétt fyrir sér í því. Já. En svo það náttúrulega komið yfir það núna. Já. Vist, það hefur þroskast það mikið félagið að það hefur komið yfir kannski þennan hjall. Einmitt. En hvar sérðu svona norðurflug fyrir þér eftir hvað sem 10 ár? Ég myndi nú vonast til þess að við myndum halda áfram að bara endurnýja okkar flota og fjölga. Ég myndi vonast eftir því að við varum konur í aðstöðu sem væri háð meira eða minni óvissu heldur en því sem að vera í kringum þennan blessaða flugvöll og helst komið inn á önnur svið í rekstri sínum sem að við erum svona alltaf að skoða öðru hvoru en erum ekki mikið að ræðum en þannig ég svona sé félagið þróast áfram sko. Já. Áframhaldandi þróun og stækkun og flóton. Já og bara áframhaldandi endurnýjun á þyrlunum okkar. Já. Þetta hefur bara reynst okkur mjög vel. Þetta hefur reynst áreiðanlegar vélar sem að skiptir öllu máli og umhverfið allt hefur tekið miklum þroskakipp. Við erum með samstarflum við fyrirtæki sem séu viðhaldi okkar flugverk. Þeir eru með flugvirkjar sem eru frá Frakklandi meðal annars með mjög mikla reynslu, skiptir okkur miklu máli. Þannig að við höfum tekið mikið mörg skref sem hafa held ég skila sér mjög vel. Já. Þó að það sé alltaf þannig að þú vilt geta séð eitthvað þig hafi gert betur en ella. Einmitt. Já. Þetta mitt held ég bara mjög góðar nótu til að enda þáttin á, ekki nema að sé eitthvað annað sem að þið langar að bæta við, Birgir. Ekkert meira. Nei, glæslega, bara takka þesslega fyrir að gefa þér tím og koma þetta spjall, ég veit að það er nóg annað að gera. Já, ég hef svo gott fólk hjá mér að maður fyrir að vera ónauðsynlegur. Það hefur litlar á að gera þig. Já. Glæslegt, takk fyrir.